Takk fyrir það. Ég heiti Aðalbjörg Birna og starfa á deild náttúruverndar og ég ætla að tala friðlýsingar á árinu 2011. Friðlýsing samstarfsverkefni og þetta samstarfsverkefni sem er unnið á milli landeigenda, sveitarfélaga, Umhverfisstofnunar, hinna ýmsu hagsmunaaðila og almennings alls. Samstarfsverkefni það felst í því að aðilar þeir koma saman, mótaðar eru reglur sem miða að því að standa vörð verndargildi þeirra náttúruminja sem við erum að ræða útmörk þeirra, umferð almennings, fræðslumál, mannvirkjagerð og fleira sem máli þykir skipta þegar að kemur að því að tryggja verndargildi náttúruminjanna. Þegar að friðlýsingin hefur verið undirrituð þá heldur samstarfsverkefnið áfram og þá erum við að veita svæðinu einhverja umsjón og rekstur og markmiðið náttúrulega að við viljum skila þessum friðlýstu náttúruminjum til komandi kynslóða í sem bestu ástandi. Eins og fram hefur komið bæði hjá ráðuneytisstjóra og hjá forstjóra Umhverfisstofnunar þá litu 7 nýjar friðlýsingar dagsins ljós á árinu 2011 en auk þess þá voru 4 friðlýsingar endurskoðaðar. Hvanneyri var fyrst friðlýst sem búsvæði árið 2002 en árið 2011 var í góðu samstarfi við landeigendur bætt við 13 jörðum við friðlýsinguna og heitir friðlýstasvæðið nú Andakíll. Er að ræða mjög mikilvægt verkefni og mjög mikilvægt skref í verndun og endurheimt votlendis hér á landi og þá sér í lagi með tillit til verndunar fugla og bindingar gróðurhúsalofttegunda. Friðlýstasvæðið einnig samhliða nýtt til búskapar og aðgengi almennings fyllilega tryggt til náttúruskoðunar og til fræðslu. Tjarnaklukka sem þið sjáu hérna fyrir aftan mig einn fárra tegunda vatnabjalla sem finnast á Íslandi. Tjarnir og Innri-Hálsum voru friðlýstar þann 10. febrúar 2011. Friðlýstasvæðið á Innri-Hálsum og það að finna á Austurlandi, yst á nesinu sem aðskilur Hamarsfjörð og Berufjörð. Þar að finna fjölmargar tjarnir sem að iða af lífi og eru Innri-Hálsar eina búsvæði Tjarnaklukku sem vitað á landinu. Þann 22. júní var friðlýsing Dimmuborga undirrituð. Markmið þeirra friðlýsingar að varðveita jarðmyndanir svæðisins vegna fræðslu og útivistargildis, en eins og allir vita þá svæðið mjög vinsælt útivistarsvæði og viðkomustaður margra ferðamanna. Sama dag, 22. júní, var einnig undirrituð friðlýsing Hverfells, en fjallið eða fellið það í röð fegurstu og reglubundnustu öskugíga sem fyrirfinnast á Íslandi og auk þess talin í röð þeirra stærstu sinna tegundar á jörðinni. Kalmanshellir í Hallmundarhrauni 4 kílómetra langt hellakerfi og var hellirinn friðlýstur þann 19. ágúst á seinasta ári. Hellirinn í flokki örfára hella á jörðinni sem skarta jafn glæsilegum og ósnortnum hraunmyndunum sem þar finnast og hann náttúrufyrirbæri á heimsvísu. Viðey í Þjórsá, hún var friðlýst þann 24. ágúst og eyjan mjög sérstök, meðal annars vegna þeirrar umgerðar sem straumþung áin myndar í kringum eyjuna. Í Viðey hafa fundist yfir 70 háplöntutegundir og þar af 2 sjaldgæfar á landsvísu. Í eyjunni að finna mjög náttúrulegan, lítt snortinn birkiskóg og markmið friðlýsingarinnar meðal annars að vernda fjölbreytileika þess birkis sem þar finnst. Í friðlýsingaskilmálunum, og þetta finnst mér mjög skemmtilegt og vil koma því segir að ef að virkjunum verður í neðri Þjórsá þá mun Umhverfisstofnun sjá til þess að friðlandið verði girt af til að vernda lífríki svæðisins bæði fyrir mönnum og dýrum. Þannig að við munum það öll sömul. Langisjór og Eldgjá urðu sem sagt partur af Vatnajökulsþjóðgarði seinasta sumar og þar að finna víðerni og einstakar jarðmyndanir sem tengjast eldvirkni á löngum gossprungum. Langisjór eitt stærsta ósnortna stöðuvatn á hálendi Íslands eða 25 ferkílómetrar. Á árinu var einnig unnið endurskoðun á 4 öðrum friðlýsingum og voru friðlýsingaskilmálar 3 fólkvanga endurskoðaðir en auk þess voru hnit í friðlýsingu Surtseyjar lagfærð og bætt var inn ákvæðum heimildir fyrir aðgengi í eyjuna vegna kvikmyndatöku og ljósmyndana vegna gerð fræðsluefnis, að undanfengnu þó leyfi Umhverfisstofnunar. Mér langar svona í lokin að segja ykkur frá þeirri vinnu sem hefur staðið yfir vegna friðlýsingar Látrabjargs á árinu 2011, en á árinu var tekin í notkun ný starfsstöð og stofnað nýtt stöðugildi á vegum Umhverfisstofnunar fyrir Látrabjarg og friðlýst svæði á sunnanverðum Vestfjörðum.
Starfsmaðurinn er staðsettur á Patreksfirði og starfar hann alla þar. Friðlýsing Látrabjargs er gríðarlega stórt og mikilvægt verkefni og landeigendur á svæðinu teljast yfir 100 manns og er því góð samvinna milli landeigenda, hagsmunaaðila, ríkis og sveitarfélags mjög mikilvæg til að ná fram sáttum framtíð þeirrar merku náttúruperlu sem Látrabjarg og nágrenni er.